Yeah. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Já, velkomin til From leiks. the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take Fallbaráttuslagur. Ætlum að hérna tala Ármann og Ía sem eru svona augljóslega í fallbaráttu í augum allra. Svo hérna setti ég Þór Þórðarssson og ákvað að hringja í Þórsara sem að Amy Hveragerði. Velkomin. Takk fyrir. Líka Hallgrímur Brynjólfsson þekkir það hérna verið fallbaráttu en halda sér alltaf uppi. Mikið rétt. Það ekki? Jú. Ekki alltaf svona fátækum liðum sem leikmaður og þjálfari eða annarkvort í einhverju brasi eða... Fátækir í peningum en ríkir á sál. Já. Þannig að þú ert svona sérfræðingur þáttarinn að það kemur að hérna fallbaráttu. Það fallaði ekki, sem sagt. Já, svona hvað liðið þarf að gera. Takk fyrir. Hraunar, þú hefur fallið með hérna með KFÍ. KFÍ, passar. Haldið þér uppi sem ungur leikmaður í Breiðablik sem var... Ég held það sko, ég er ekki alveg... Þið fóruð play-offs eða ekki? Þú Jú. veist eitthvað 16 ára eða eitthvað? Jú, síðasta skiptið sem að Breiðablik voru í play-offs held ég, Já. alveg örugglega. Þannig að þú þekkir að líka verið í svona fátækum liðum að ströggla. Heldur betur. Þetta er svona ströggþáttur. Það átti að fá eitthvað svona góðan spons, eitthvað smáluna fyrirtæki eða eitthvað. Herri, við hérna ætlum að setja þetta þannig upp að hérna, við ætlum að byrja á Ármann. Svo fyrir við yfir í Akranes, ræðum svona hvort að þessi lið eigi möguleika, hvernig þau líta út og eitthvað svona. Og svo færum við okkur yfir í hérna Þorlákshöfn og bara, þú veist, svo getur vel verið að Hatti spáði þeim sko topparáttu. Þetta er mín persónulega skoðun, það er ekkert lýðræði þegar kemur að því að flokka liðin þetta eiginlega sko. Þannig að hendum okkur bara beint í Ármann og fáum hérna upp spjald hvernig hérna byrjunarliðið þeirra lítur út og bekkur. Sko, þeir sækja leikmenn sem við þekkjum. Allavega með Braga þá eru þetta 3 leikmenn sem hafa spilað í úrvalsdeild. Ég ætla bara að gefa ykkur aðeins orðið. Hérna, eiga þeir séns, þú veist. Er til sá heimur að Ármann sé í janúar bara eitthvað í 7. sæti eða eitthvað? Ég held ekki sko, Ég sé það ekki. sé það ekki. Flottan á í Braga, þú veist, ungur efnilegu leikmaður. Ég set alveg smá spurningamerki við bæði Daniel Löf og Doletsvei. Talið í pínu hærra, svo hljóðið sé geggjað. Svo hljóðu, ég er bara svo rámur. Ég var náttúrulega hérna í vísindaferð í Póllandi, sko. Já. En ég segi, ég set smá spurningum. Mér finnst það vera svona dálítið eitthvað svona leti pikk að taka bæði Daniel Löf og hérna Doletsvei. Mér finnst bara einhvern veginn ekki vera... Mér finnst þetta bara að vera eitthvað svo einkennislaust lið. Þetta er einhvern veginn svona fullt af einhverju gauru sem bara hlaupa Já. Ég veit ekki hvernig, þú veist, það er alltaf tilfinningin svo þegar maður horfir á þetta núna. Sko, ég sá eitthvað að þeim í fyrstu deildi fyrra. Steinar Kaldalar þjálfarliðið og þeir voru með Adam Darbo sem point guard og skutu svakalega mikið af þristum. Run and gun lið. Rosalegt run and gun lið í fyrstu deild og hérna og svona mikill svona shooting power í liðinu. Arnaldur og Frosti og bara þessir íslensku leikmenn þeir skutu bara stundum, þetta var svona algjör Pétur Ingvarsbolti, skiljið. Og svo stundum setti Adam Darbo eitthvað upp og hálfkort var bara svona hann að gera eitthvað. Og Frosti var spilað tvist. Nú veit ég ekki hvort Daniel Löf og Frosti og Bragi séu allir að fara, þetta eru allt kombo-gardar einhvern veginn, sko. Vilja allir helst hafa boltan í höndunum? Já. Þannig að ég er náttúrulega þjálfaði Daniel Löf þarna í hálft season, hann er svona ótrúlega inconsistent, sko. Ég er samt svona... Ég held að hann gæti alveg verið fínn sko. Já. Ég var hann ekki Svíþjóðarmeistari og var í hérna Eurocup. En er hann þá ekki bara aðalega fínn vegna þess að hann er bara ekki með mikið í kringu sig þannig séð? Jú, kannski það sko. Getur hann náttúrulega vann Hann átti leiki. Já, hann vann eitt leik á heimavelli, hann var frábær á móti... Byrjaði líka rosalega vel hjá Altanes í minningunni, allavega. Já, það er eitthvað þarna. Já. Doletsvei var fínn hjá Keflavík, skilurðu. Já. Ég er mjög, samt, ég er ósammála með Doletsvei, það er ekki bara frábært pikk eða?
hann ekki koma úr hjá meðslunum eða? Jú, Hvað menn var segja hásinn? hann sé alveg bara frábær. Já, ég reyndar get sagt frá vísindaferðinni. Já, Þá hitt ég 2 Slávaka sem sögðu þetta að veri latasti og heimskasti einstaklingur sem þeir þekktu Já, að kom já. úr klúbnum þeirra. sem sagt 2 Keflvíkinga. Nei, úr Slóvakíu, Úr heimaklúbnum. Slóvakíu. Já, áhugavert. Já. Og Ok. þeir bara skildu það betur þegar að vissu að hann var að fá okkur seðil hérna. Já. Og en hann ávist man ekki hvað hann var í einhverju akademi í einhverju stórum klúbb og var Já, sem sagt böstaður með eitthvað óleifilegt á sér já. og þar að leiði bara terminated og þannig endaði hann hér. Sko ég... Þú talar þessi svona einkennislausir. Er það ekki kannski einkenni, þú veist, Báinn svona svolítið góður við sig. Mhm, Þá var hann mjög góður í fyrra. mhm. Spenntur að sjá hann í úrvalsdeildinni. Já, ég er mjög spenntur fyrir lélegur því. með Álftanes. Hann á meira Já. inn en hann sýndi, Já. finnst mér. En svona svolítið lúxuskall. Já. Bragi, þú veist, ekki mikið spila vörð kannski. Mhm, Lúxuskall. mhm. Daniel Love líka ákveðin lúxuskall. Það er kannski, þetta er svona... Þetta er svolítið svona Matti Dalmælið, smá. Já, sem að sko, þú myndir halda að sko, þetta séu allt svona leikmenn sem hafa eitthvað að sanna sko. Já. Þú veist, Bragi einhvern veginn fyrir örugglega aldrei að spila nóg í Grindavík að eigin mati og þú veist, Frosti var hann í Haukum 16-17 ára og fer yfir til þess að fá mínútur í fyrstu deild. Arnaldur, hvað fór hann, Val í vestra og fekk Ég er ekki spila í enda vestra mjög og Pétri. spenntur að sjá Arnald í úrvalsdeild. Já, þetta er hörku, Já, sem var, 17-7 eða eitthvað í fyrstu deild. er í þessum 2002 árgang sem var mjög sterkur í yngri flokkum en svona fáir kannski hafa Sigurður Pétursson og Þorri skilur hafa Já. komið í gegn en margir sem að einhvern veginn Já, hafa bara feitað út Já. hann hefur stíð upp og verið frábær í fyrstdeild. já, Ég er svolítið spenntur að sjá hvort að hann, þú veist, geti geti fungerað í úrvalsdeild af því hann er hávaxinn og frábær skipta og einhvern veginn hefur bætt sér mikið sko. Mér finnst þetta eitthvað svona eins og þú segir sko, Báinn og úst, Daniel Love og allir þessi Íslendingar sem að við teljum upp sko, þetta er allt svona leikmenn sem eiga eftir að sko, þeir hafa allir spilað í úrvalsdeild eitthvað eða ekki spilað í úrvalsdeild en verið í úrvalsdeildarliði. Verið í æfingu hóp. Já, en þú veist þeir eiga allir eftir að einhvern veginn sanna sig. Dóli sagði samt sko að mínum mati, byggarmeistari og frábær 5 ég held að hann færi bara í stærri klúbb sko, en kannski meðslinn og svo letin sem að Spilaði hann alltaf með Remi Martin sem já, lét hann kannski lítið svolítið vel út líka. já. Já. En svona hreyfanlegur, Algjörlega. hreyfanlegur, hleypur völlin vel, Einmitt. skaut þarna þegar Pétur sagði öllum að skjóta og skaut hann ágætlega allan á leik og leik sko. Já, hljópalegu allir nákvæmlega. Maður bara pælir í matchupum móti öðru liðum. Ég held að það verði bara í helvítis vandræðum. Já. Og sérstaklega í stöðum. Verða þeir fallnir í janúar? Maður getur alveg séð þá stuðið smitt sko. Eru þeir að fara að vinna 4 leiki í vetur eða? Þeir eiga Bosman sæn inni, Já. þú veist, maður svona gerir sér grein fyrir það er samt ekki sama budget þarna og í Nei, Grindavík það er eða mitt málið, eitthvað, sko. maður velti, já. það er- Þú veist, þeir eiga ekki eftir inni að sækja Taivo Badmus ígildi þegar einhver slíkur losnar sko. Nei, ég held samt að, ég held að það verði ekki fallnir í janúar. Ég held Ok. einhvern veginn að þetta verði fáraleg fallbarátta. Ég held að, Hvern geta þeir unnið? já. Já, þá ertu fallin í janúar og vinnur 1 leik. Nei, þú veist alveg hvernig þetta Þú veist, geta þeir unnið Val, Stjörnuna, KR og Suðurnesjaliðin og ég meina, það er ekkert mörg lið sem Nei, getur unnið sko. þú veist, það er kannski, menn horfa kannski byrjun á tímabilinu, ég veit ekki hvort þeir sem æfa vel, en þú veist, það er stemming í félaginu, þeir fjölmennir yngjurflokka, þeir eru að spila í Laugardalshöllinni, Oddur Jóa kúka, Oddur Jóa kúka, Óli Dós að kúka, já, þú veist, Oddur Birnir að kúka. Þeir eru ótrúlega marga kokka. hver er ekki kúka, skilur Gummi Braga að kúka, Grímur Atlason, Valli Lax að kúka, þetta er einhver sterkasta pappastúka landsins sko, með þessa 3. Nei, veist, þeir þurfa að ná í einhverja sigra snemma áður en þeir átta sig á því hvað þessi lélegir, sko. Já, Já, það var ekki bara svo Barkley sagði þegar þeir töpuðu á móti einhverju skýta liði, sko. Lélegu liðin er ekki búin að átta að segja á því að þau séu ennþá léleg, sko. já, jú, kannski er þetta svoleiðis, en Ég meina, hafa þeir spilað einhverja æfingarleiki? Hafa þeir heyrt af einhverjum leikjum hjá þeim? já, 1 leik þeir unnu Hauka, en það vantaði að 5 leikmenn í bæði liðið eða eitthvað sko, það er ekkert að marka þetta. Nei, nei. Sástu þá En í Katowice, voru þeir allir í öllar á þar, eða? Ég sá það ekki. Nei, þá eru þeir bara æfa, þannig að... Já. Já, sko, það sem að ég hef áhyggjur af er að þessi Kani sé ömurlegur. Já. Slóvakía er á einhverjum svona lista fyrir mér bara ekki skoða leikmenn þaðan sko.
Þórsararnir Nei, þínir tóku einhvern gaur með betri tölur en þannig Já, sem hann gat þarna- ekki neitt sko. Ég Þannig man- að já, Fjarki, Stórið þarna, Já. þegar ég fór í Evrukemna, maður Já. eftir honum. Njarðvíkingar voru með einhvern 20 stiga Kana, Julius Brown. Julius Brown, Já. gat ekkert sko, á með 20 stiga í Slóvakíu, þessi með 15. Þannig ég er bara eitthvað Maður svona, svolítið hrættur við, sko, er hann ekki bróður NBA eða? þessi, Já, var það ekki? ég þekki það ekki sko. Mér minnir að það hafi verið Eða eitthvað pabba. svoleiðis. Já, eitthvað Er svoleiðis. ekki, já, ég man það ekki sko. Svolítið hættulegt að sjá eitthvað svoleiðis og vera heillaður, sko. Já. En Ég- vonandi fyrir þá verður þetta góð Ég er leikmaður. bara sko, svona nýliða, þú veist, vantar Er ekki þetta- svona er þetta liðið eitthvað Fjarki eða? shooting power, Er þetta nei, þetta Fjarki? scoring power. Er þetta Fjarki eða? Þetta er svona allt múlíkt mann Fjarki á. Já. Jú, þeim vantar klálega shooting power. Nei, scoring power. Ég er alveg sammála því. Ég held þessi að hugsa Daniel Love, þú veist, bara svona Já. skoraði. Svo er þetta bara svolítið gamla tuggan, skilur, tekur ekki bara Kana point guard sem hann getur, sótt einhverja körfur, skilur. Opna fyrir einum. Já. Þegar Frosti og Arnaldur og Bragi geta allir skotið, sko. Ég er svona, já. Svo er þeir kannski fyrir mér, sko, hitt sem að ég sé fyrir mér að sé burt sér frá öllu öðru, hvort þið séu nógu djúpir og gamlir og reynslumiklir og allt þetta. Þá finnst mér bara Frosti er lágvaxinn, Bragi er ekkert rosalega fysikalinn í kjötaður og Daniel Love er líka bara eitthvað jafnstór og ég eða eitthvað og frekar mjór. Mér finnst þeir bara svona 3 af 5 bestu leikmönnum liðsins eru allt bara svona ása ígildi varnarlega, fattiði mig. Já, ég meina Dólis að ég er mjór þótt hann sé langur, sko. Já, Dóli sagði líka einhvern veginn, ekki segja soft en hann er mjór. Mér finnst vantar svo mikið hæð og vöðva í þetta lið, sko. Hann er raskat á báinn, hann getur hann aðeins. Það var raskat að báinn, en sá hefur ekki nefnt að pánda á Nei. varnarlega á póstinum í lífi sínu, sko. Ever. Ég held að þetta sé eitt af þessum liðin sem að svona, þeir munu sprengja þetta upp snemma, sko. Þeir munu skipta Kana Já. og Kana point guard, taka inn þennan bossmann-gaur sem þeir eiga inni snemma í Fjarka og bara svona við munum taka einhverja umræður hérna í nóvember allt öðruvísi looking lið, sko. Algjörlega, ég get alveg séð það, sko. En Hvernig sjáu þetta lið keppa? Ég meina, Haddi, sérfræðingur í að falla ekki með lítið budget og alls konar fyndna menn í kringum þig. Já. Hvað getur þú út með þetta budget, út með þetta lið, út með þessa Íslandinga, hvað getur þú gert? Hvernig getur þú En keppt? er þetta lítið budget þegar þú ert að fara í þekkta stærðir eins og Daniel Love og Dólisæ? Daniel Love er hræjóttir, já. er það samt? Já. Ok, þú veist, Dólisæ eru glæðins ódýrar heldur en hann var í Keflavík, sko, en ég held að það sé samt alveg, Það er sko, samt reaching the limit fyrir þetta budget. Steinar Aron sagði að King Pétur, fóstupappan sagði sænaði hann á $500, sko. Já. Já. Það var sagan, sko. Já. Hann var bara á Við netto. skulum kannski ekki fara að fletta upp þessum sögum sem að Steinar Arons hefur sagt okkur, sko. Sleppum því bara. Ég ætla bara að fakta það. Já, ég ætla að vona að fá meira en $500. Ég ætla bara að fakta það að þetta sé mjög ódýrt lið. Ok. Já. Ég meina Bragi og Frosti í byrjunarliðinu, þú veist, eru ekkert á þannig launum, sko. Síðan er líka alltaf hættulegt að þú ferð upp með lið að vera ástfangin af stöðunum í Íslendingagildinu þínu þú ert að fara upp deild. Ekki að þú ert sáttur við að falla einhvern veginn. Já, heldur að það sé bara hugafarið í Laugardalnum, þú veist, Já. eftir öll þessi ára það sé bara, já, herðu. Öll þessi ár, þeir voru ekki með körfuboltalið fyrir 3 árum, sko. Nei, en hvað mörg ár sinni voru í efstu deild, þú veist. Bara áður en ég var til. Já, ok, þá var ansi mörg ár eða ekki sem þeir voru í efstu deild og síðan eru komnir upp mati. Þú er náttúrulega gammalt, sko. Þú veist, þeir hljóta, fyrst þeir settu stefnun á að fara upp, það hljóta að vilja halda sér uppi. En settu þeir eitthvað stefnuna á það? Er þetta ekki bara eitthvað sem að endaði þannig? Þú veist, þeir ná í Adam og Darbo sem er einhvern veginn bara eitthvað grunnskólakennari hérna, eða var þá, þú veist, svo einhvern veginn. En hefði verið eitthvað vitlaust Dettur að halda Báinn honum þó þarna hann sé inn 100 ára? Þeir reyndu það, hann er bara hættur í körfu. Hann er bara hættur í Já, hverju, ok. ok. En svo dettur Báinn þarna inn, þú veist, Frosti bara gerir miklu betur heldur en menn héldu einhvern veginn á venslasamningu. Ég held að það hafi ekki verið sett saman í fyrra eitthvað svona, nú ætlum við að komast upp. Nei, en Ég heldur að við slísast upp, eða slísust ekkert upp, þeir náttúrulega, hvað? Hann bara fer eins hver, komst upp, sko. Svo þegar vel gengur, þá Já, þetta fer því að langa að klára það, Já, sko. við erum komin aðeins út fyrir þetta, en þú veist, ég held samt að það sé hættulegt þegar þú fer með svona hópu upp og þú ert með, þú spyrir sér hvort þú ert sáttu við að falla eða ekki, það hlýtur samt að vilja setja sama liði þannig að það sé samkeppnisæft eða ekki. Já. Þú veist, ég er ekki, þú veist, jú, ég er að segja þetta sé ekki alveg samkeppnisæft eins og ég er, þú veist, ég er sammála Hraunari, þú veist, vera með, þú veist, Kana point guard þarna. Já. Þú veist, þú verður að vera með einhvern sem getur bara tekið liðið aðeins á bakið, þú veist, þó þú sést að tapa með 15 í þriðja eða fjórða, þá bara, þú veist,
einhver sem bara vöðvar sig í gegnum þetta. Og ég ætla bara að fakta það er ekki Daniel Love kannski sko sem að var hérna hittifyrra sem að sko tekur liðið á baki þegar eitthvað illa gengur sko. Nei. Og hann var náttúrulega í rullu, bara rulluspilar úti Já. síðasta ári, þannig að Já, en ég held ef að þeir ætla einhvern séns þá Bragi að taka næsta skref og hérna, þú veist, maður hefur sem hort til hans og bara, þú veist, talentið í honum. Já. Hann á ólega getur orðið bara landsliðsmaður. já, Ef hann tekur næstu skref, skilur, það fullt hana. já. Ef þeir ætla að geta eitthvað, þá þarf Bragi að taka næsta skref, sko. Sá hann í klippingu daginn, hann í Vörklass, Studio 110, former Viking Blends. Ok. Mér varst hann svona lúkka svolítið þykkari, ég held að hann sé búinn að vera að lifta. Ok. Ég var svona aðeins að taka hann út þarna í stólnum sko. Ég held að hann sé búinn að vera duglegur að lifta. Ok. Nei, menn eins gott, þú veist, ef maður horfir á liðið þá er bara boltinn að fara að vera í höndunum á honum og hann á að búa til. Já, Þannig að, já, þannig að niðurstaðan okkar er Fall. fall og kannski ekki með neina töfra lausnir hvernig þeir geti ekki fallið. Undir yfir 4 sigrar í vetur. segjum bara akkurat á línunni, 4, 4 sigrar, yfir Ég 3,5. ætla að fara yfir. þú fyrir yfir. Já. Ok. Ég ætla ekki að raukstuðið það frekar. Nei, þú þarft að segja, heldur þessi Kani verði hérna? Nei, ég held að hann verið farin fljótlega. Já, en þú? Já, ég sammála. Herru, þá skulum við bara henda okkur í næsta lið. Er þið sammála mér að það sé einu sæti fyrir ofan rankað akkurat í dag heldur en Ármann? Kannski ekki með að við leikmannahóp en svona, þú veist, ekkert vísinlega baka, en ég held að sé aðeins meira budgetar. Ég held að Já. þeir geti kannski sótt aðeins leikmenn í efri hillum. Ég held að það sé alveg rétt hjá sko, allavega svona, En ég meina íslenski kjarnin hjá Ármann er sterkari. já. Spila Lucien sem bossmaður. Lucien er þeirra 4. bossmaður, já. Já. Það er búið að sæna hann, mér skilst, ég man ekki hvar, ég heyrði þetta, en að uppleggið sé einhvern veginn, hann sé að þjálfa, frábær manneskja, búin að vera þarna lengi, þegar að illa mun ganga, sem að verður alltaf sko, Já. að þá jafnvel sæna þeir auka leikmann og þá er Lucien bara ekki á leikmann sko. Þú mátt vera með Já. eins marga útlendinga og veist, Já, en bara þú mátt fjóra- bara skrá 4 á skýrsluna. skýrsluna sko. Og þá er hann að þjálfa og Já, þú veist, þetta er, ég meina, hann er með 10 stig í fyrstu deildi fyrra. einmitt. Það er bara að hafa mjög margir Já, já. 20 stiga leikmenn úr fyrstu deild ekkert getað í úrvalsdeild sko. Nei. Þeir verða að sækja einhvern sterkan í hans stað. Já, En Króatinn, þannig að Jósip Barnjak. Þetta er samt alveg ágætis player, eða ekki? Þó hann hafi... við tölum bara íslensku hér. Hann fór Hann í náttúrulega bann hefur fyrir ekki spilað í 2 ár eða ekki. Já. En ég er að, þú veist, fyrir... Fór hann ekki bara eins, eða 1 ár? Eða voru þetta 2 ár? Ég held að það var verið eitthvað 2. skoðað, Ég þetta held að var- það verið 2, sko. Já, Hann var dæmdur í 7 ára bann Já. sem var svo aflétt í sumar. ok, Það var eitthvað betting eitthvað, ég veit ekki Já. meira, það var eitthvað að reyna að grúski í þessu áðan. já. Og var hann ekki bara hátt skrifaður í króatísku deildinni áður en að Jú, hann hann var- dæmdur í bannið. Jú, hann var annarkvort eitthvað ári áður Varnarmaður eða ársins eða eitthvað. Já, eða stigastur eða MVP eða eitthvað besti Já, ég held að þetta sé alveg... Hann er potið góður sko. Ég held að Það er einskot hans í góður. Ég held að þetta sé að, þú veist, þetta er náttúrulega gambúl hjá þeim, Já. Já. pun intended. En er ekki gamblið samt bara hvort hann fari þá bara að veðja á eigin leiki og... Jú, það er það. En ég held að þetta sé alveg drullu góður leikmaður, sko. Já. Og ég meina þegar þú ert í það, þá þarf það Já. að finna eitthvað svona, skilur. En þú veist, Króatarnir sem hafa verið hérna, við höfum nú oft Það- grínast þetta- Ég ætla að næsti punktur. Króatar svona miðavallan fjöldan, Já, þá er ekki margir sem að hafa einhvern veginn virkað og verið frábærir. Svona fyrir utan kannski þessi sem eru með Ameríkubakurinn eins og Matasovic og Tomsik já. og... Ég meina þú ert með hérna Stipsic og hérna, hvað heitir hann í hætti? svo er Igor Marits, þú veist, alveg góður og allt það, en svo... Þú veist, það hafa örgulega verið Svo 50 getum við Króatar hérna síðan. Já, já, og þeir eru ótrúlega mikið bara svona fínir, sko. Já. En já. Svo er þetta ágústgóða dæmi úr Haukum einhvern veginn ekki, þú veist, staðfest og þannig, en mér skilst að þeir séu æfingarferð í Króatíu núna Og hann með þeim. og hann er bara með þeim úti, sko, Já. þannig að hann endar alltaf þarna, sko. Já. Hvort sem að þeir borgi fyrir hann og hversu mikið þeir borga fyrir hann. Er það málið að hérna? Það er ekki alltaf málið, það er eitthvað er ekki klárað, ég held það.
með samning og ekki samning og eitthvað. Já. Flettið hún upp í fyrra, Ágúst Góði var með 5 stig og 2 stórstingar meðaltalaleik hjá Haukum. Spilaði 17 mínútur meðaltalaleik. Hann er alltaf ekki neitt sko. Nei. En ég held að hann geta alveg betur en það, svo sem ég þjálfaði hann alltaf þarna í nokkra mánuði. Kristoffer Gísla átti hörku fyrstdeildar sísón í fyrra. Einmitt. Þannig að íslenski kjarnið þeirra er Ágúst Góði, Kristoffer Gísla, Styrmir Jónasson sem var með 10 stig fyrra svona, Já, bara var á Selfoss eitthvað, svona Athletics krabbi fyrstdeildarleikmaður. frábær félagsmaður. Já, og svo eru fullt að berjast ungum gaurum hann. En er þetta ekki Maður bara hefði klálega veikast íslenski kjarnið deildarinnar? Algjörlega, maður hefði nú viljað sjá eitt svona sterkan-ish íslenska leikmann í viðbót sem að kannski dettur inn þegar menn átt að segja að þið fá ekki að spila í einhverju liðum sko. Ég meina, sagan segir að þeir hafi bara alveg sendt e-mail á Styrmi Snæ og bara alvöru tölur Já, sko. maður heyrir að þessi til einhver peningur hann, þannig að, þú veist. Eru þeir ekki með eitthvað American Airlines eitthvað, nei ekki Airlines, Nei, þetta er eitthvað svona. Air Force? Er þetta ekki bara eitthvað ameríski flugherinn Þetta er eitthvað svona aukarhlutur framan á búningum? Þetta er ekki eitthvað vopnað eitthvað. Þetta var eitthvað svona bara eins og Bara geggjað skilur. þeir hafi rekist á eitthvað vopnasala sem að, þú veist, er bara eitthvað. Það er einhver gamall skagamaður vinna hjá einhverju fyrirtæki hann sem að Það var bara geggjað. Já, maður vonar svo mikið að þeir náðu að hnoða í eitthvað lið sko, en mér finnst þetta samt sko að Lucien þarf svo mikið að breytast í bara góðan bossmannleikmann sko. Það áttu einhvern veginn með Ágúst Góða 5, Kristó Gísla 5. Ég meina Ágúst Góði þarf að taka sénsi núna, þú veist, klúðra þessu svolítið í fyrra. Já. Ja, þú kannski getur sagt eitthvað meira hvað þeir finnst með það en Ég meina, hann var bara ekki nóg góður í fyrra. Ég meina, bara fyrstu leikinu sem hann spilaði, þá var hann bara með, þú veist, bara slæma tölfræði og liðið skíttapaði sko. Þannig að það bara þarf klálega eitthvað talent þarna, þannig að hann þarf að vera góður. Já. Þessi Kani, Murray State, Jeremy Smith skólinn. Það er Danero Thomas skólinn. Danero Thomas skólinn. Jamorant skólinn. Í hvað skóla var Jeremy? Það var eitthvað annað. Það var eitthvað annað. Það var eitthvað annað. Nicholls State. Nicholls State, já. Ég veit ekki, alveg eins og ég veit ekki með Kanan í Ármanni, ég veit ekki með þetta. Nei. Ég held að þeir hafi sænað Ágúst Góða í point guard. Í staðinn fyrir að fara í Kana point guard, þá ákveður að fara í svona in-betweener, þrist fjarka, lúkar frekar feitur á myndinni, feit sterkur. Þetta er svona Ungur ég. hester, þetta er meira svona hester. Þú varst aldrei fjark, þetta er ekki þristur sjúter. Já, bara feit En sterkur. hérna Jósef, er hann vangur eða hvað? Já, svona tvistu bara. Þannig að Ágúst er bara eini sem að er. Já, eða svona, þetta er svona Dino Stiptits, svona hávaxinn, balkanska bakkari bara. Já. En ekki pure Nei. point, sko. Hann getur skotið. Ég held að hann mun ekki setja boltan í köruna, sko. Kemur svona replacement fyrir Serjan. Já, en mikið uppgreitt fyrir Sartan. Já, ég er að segja þetta samt, þú veist, þetta er, Já. hann hugsaði bara í það stöðugildi. Já, svo eru þau með Goiko Sudsdum, sem er bara svona einhvern veginn. Ég ætla ekki að ljúga, ég hef skoðað hann sko. Nei, ég skoða hann aðeins, ég er bara svona luri, bara einhvern veginn asnalegu, sko. Ég hef enga trú. Hefur samt ekki Óskar hérna, þjálfari, akkurat verið alltaf naskur á þess að lura. Jú. Helvíti naskur síðustu 2 ár. Jú. Já. En maður þekkir það nú að það er allt annað að vera naskur á fyrstu deild, útlendinga úrvalsdeild. Já. Það er bara, að finna góða útlendinga í fyrstu deildina er bara einhvern veginn svona, ef þú ert með allt í lægi pening, þá er það ekki erfitt, sko. Nei. En En ég meina, er þetta ekki 3. árið hans í meistaraflokksþjálfun? Óskar. Jú. Spennandi að sjá hann sko. Þetta er 4. eða ekki? 4. Hann var 2 ár fyrir norðan. Já. Hvað var hann 1 ár á Skagan eða 2? Bara 1 held ég. Þetta er annað árið hans á Skaganum. Þetta er 4. árið. 4. Já. Já, ég veit ekki alveg, hvað getur þú veist, er þetta lið eitthvað að fara að vera í séns, eða? Fallnir í janúar líka. Þú veist, þetta veldur bara á hversu góðir útlendingarnir eru og hvort Ágúst Góði, þú veist, nái að Stígu upp, sko. En ég meina, þú veist, þeir eru 3 útlendingar og Lucien sem við veitum alveg hver er og hann er ekki úrvalsdeildar ígildi erlends leikmanns. Ég meina, getur Skaginn keppt í deildinni eins og hún er í dag með bara þennan hóp? Nei, en þú sagðir það áðan að, þú veist, ef það verður eitthvað strögl, þá eru þau með þetta option að bæta við 4. og Lucien verður bara yngreflokkaþjálfari. Já. Og í æfingahóp. Getur farið á Skallagrín. Spila með Jose Medina í point guardinu. Frábært kombo.
Eða farið í afturöldingu, rúlaði þá átt, Já. flótið þar. En þú veist, þeir eru með þetta option og alltaf eins og við hugsum að það sé eitthvað budget í gangi þarna. Þú veist, við vitum alveg, jafnvel, allir þrír, bara eitt stöðugildi sem að getur alveg breytt gangnum helvíti vel. Heldur betur. Þó þú sért með þreytamenn í kringum þig. Já. Svo líka bara spila í strandgötunni, geggjað hús, mjög gaman spila þar. Geta alveg verið svona smá stemming, sko. Já. Maður bara vonar einhvern veginn að þeir náðu að hnúða í eitthvað. Það er svo leiðilegt þegar tvö lið eru bara eitthvað Langsamlega þrötuð. Þreytuð. Eðfram. En ég minna, ef maður horfir kalt á þetta, þá eru þetta 2 langvestu liðin. Þannig að annað kemur í ljós. Ég ætlaði einmitt að ljúka þessari umræðu þar. Þú veist, fyrst þegar ég byrjaði með Run and Gun, þá ætlaði ég sko að vera með sér þátt fyrir hvert einasta lið og taka 2 þætti í viku fram á móti. Svo bara einhvern veginn mætti ég þarna og bara svona það tók miklu meiri tíma heldur en ég held einhvern veginn og þá fór ég að hnoða saman sumum liðum og ég svona hugsaði með mér Ármann og það er nú bara alltaf í lagi að þú veist þau fáið kannski sitt hvort 20 mínútur eða korterið í umræður sko. Er eitthvað meira að ræða hérna? Nei. Áfram Karfa. Það er gaman að fá þessi félög upp í úrvalsdeild. It's been a while sko, ég man eftir Skaganum, þú veist þegar ég var krakki. Jú, er ekki gaman að fá ný nöfn í helvítis töfluna í staðan fyrir að vera alltaf með usual suspect sem fara upp og strax aftur niður? Jú, það er kannski. Þú veist, ef þau veit einhverja keppni, ekki ef þau fara sína að reka útlendinga í janúar, febrúar sko. Já, einmitt. Ég samt sko sé alveg fyrir mér einhvern veginn að þessi 2 lið falli og bara í 20 ár séu þau ekki upp í úrvalsdeild aftur sko. Já. Það sé bara eitthvað svona, bara gerðist, svo það er búið. Heyrðu, ok, þá erum við búin að krifja þetta, það tók ágætis tíma, hálftíma. Þannig að við ætlum að henda okkur yfir í Þorlákshöfn. Þar ert þú að þjálfa? Já, meðal annars. Hvað er það að þjálfa mörgum stöðum með það? Hveragerði líka. Þetta er náttúrulega samstarfsverkefni. Já, gaman að því. Já, ég sé það. Sko, hefðum alveg getað tróðið einhverjum fleiri liðum hann niður. Sko, ég persónulega sett Þorlákshöfn í þetta 10. sæti. Ég er ekki svona alveg, sé ekki alveg hverjum þeir ætla að ná, hvort þetta sé Keflavík eða, ég veit það ekki. Svona áður við förum í Þorlákshöfn, af því að við erum með fallbaráttu þátt. Hvaða lið sérðu, ef þú byrjar bara hérna, hvaða lið getur eitthvað sogast niður í alvörunni í fallbaráttu? Þú veist, er bara sögulega séð. Já. Keflavík og ömurlegir í fyrra. Já. Verða þeir að ná. Ég held að öll hin liðin séu ekki að fara sogast niður í allan að falla sko. Nei. Og öll lið geti sogast niður í einhver kannski smá baráttu skiluru. Já. Verið á svona frindsinu við úrslitakeppnina en ég held, já. Sammálaða? Já, ég hugsa að þú veist, mér langar að segja Njarðvík en Rúnar Ingi er náttúrulega bara búinn að gera ótrúlega gott mót þarna. Þeir eru bara Þeir líka bara halda, þeir eru bara með sama liðu í fyrra. Já, ég er bara að segja hvað mér langar að segja. Þú bara vonar hann Njarðvík verið þarna niðri? Nei, það sagði ég ekki. Ég sagði bara mér langar að segja. Já, ok. Ég meina, vorum við ekki fyrir tímabili, ekki við, þú veist, voru ekki allir fyrir tímabili fyrra að nilla yfir Njarðvík og Grindavík? Jú, manni fannst bara Keflavík með langsterkast hóp. Já. Jó, ég held samt að Njarðvík séu bara búnir að sína það einhvern veginn með Milka og Mario og Dvein í þristinum. Að það sé, ég held að sem skipti ekki. Og Veigar skilur þetta, helviti góðu kjarni sem maður til að byggja á sko. Rísandu Cotton. Já. Og fá þarna Matteo gæjan þarna. Ég veit ekki með það. Ég sé í raun og veru fyrir utan Þorlákshöfn sé ekkert annað lið sem að bara svona raunverulega af því að við ætlum að fara núna í Þorlákshöfn. Þorlákshöfn er með 4 erlenda leikmenn sem hafa aldrei spilað á Íslandi. Þú veist, ég er svona sammála ef að Falkó slítur crossband eða eitthvað. En ef að Falkó... Og bara second year syndrome skilur koma upp í, var það ekki? Jú. Ég er ekkert að segja, ég er verðið þarna skilur, þeir eru með Falkó og... Ég er bara eitthvað svona... Mér list vel á sænið á honum hérna, Gaurur Altanes, hvað heitir hann? Kristján. Þarna fjarkinn. Já, Kristján. Já, mesta fínt, þú veist þannig að... Nei, býtu, er það úr Altanes?
Já, Já, Grikkin, Klónaras, Klónaras, Samfíl. Falkó, Rísa, Júkic. já, Kristján kemur úr Stjörnunni, Hákonur þarna, jú, mögulega með Ég sé alveg eitthvað, þú veist, Ég sé situationið, já. ég sé Þorlákshöfn og svo eiginlega bara sé ég bara, þú veist, bara þar eftir KR, sko, ef að þessi nýliða Kani er eitthvað ekki að virka og þeir fari í eitthvað svona útlendingadæmi og Serbir Serbísku og hægur pointguard, og vorum sé pyrraðir. hægur. Skiljiði, en Já. öll hinliðin eru bara með þannig prúven leikmenn í öllum stöðum. Nema mögulega Keflavík, ég meina, þeir ekki, hvað erlendi leikmenn er komin í Keflavík? Á Nálsaðu 2 núna. Kana, og með breskan, stóramann. Jakob Brodnik. Jaka. Já, Þarna Ástrala. Péturs, Halldókar, þetta er bara of margir góða leikmenn í hinum liðunum, sko. Já. Til að vera í falla. Til að falla, Já, sko. ekki í vesenni, ég er bara að tala um að bara svona falla og, þú veist, málið er með Þór Þorlákshöfn, við bara fáum upp spjaldið með Þór Þorlákshöfn. Þeir sæna Amerikana sem að heitir Jacobi Ross sem að ég er búinn að, sem sagt, þegar ég var að þjálfa með þér í Hveragerði, þá hefur að bjóða hann þá. Okay. Ég er svona búinn að fá þennan leikmann á borðið Nokkru sinnum. alltaf, þetta er svona einn af þeim, búið að reyna að koma honum úr Kanada, var þar í einhverju deild og eitthvað, mjög lítill, snöggur. Var í NM1 fyrir að sýnst mér. Já, og svo fekk hann múfið til Fraklands og gerði vel, þannig að maður var eitthvað svona nýbúinn að missa starfið sitt og eða kannski átt að sæna Jacobi Ross, hann er kannski bara góður í körfu. Fyrsta mann á lista bara. Já, en þú veist, hann er mjög lítill. Svo fá þeir annan gauð sem hefur verið á mjög mörgum listum, svona skrítinn ferill einhvern veginn, spilaði í Brasilíu en er Grikki, í Corinthians, eða Corinthia eða eitthvað. Vona Það er sé nú ekki ekki fulla. Ég hef ekki hugmynd, alveg óskrifa blaðgæi. Usual íslensk suspects í Dabba Kong og Emil Karel grenjaði tilbaka úr hérna retirement út af reglubreitingum eflaust. Takk Emil. Já, one more year. Minn fyrirliði. Hashtag. Þeir fá 2 leikmenn frá Selfossi, Ísak og Skarpiðin sem eru 100% bara, þeir eru báðir bara fínir en 100% bara svona vantar leikmenndæmi og þeir eru, annar er hérðan og hinn og heima nálagt. Já, alveg klálega. Ísak er að fara að taka þessar 5-15 mínútur kannski til að bakka bara Kana, eða ekki? Já, það ég held að það sé alveg klálega hugsunni með þetta og hérna. Ég veit ekki með hinn hvort hann fá eitthvað að segja gólfið. Er ekki svolítið slæmt að missa hann hérna Ólaf Björn? Jú, ég meina. Efnilegur ungur íslensku leikmaður. Bara heima í Þorlákshöfn er slæmt að missa alla í raun og veru, sko. Það er bara því miður staðan og ég meina síðasta ár var náttúrulega, þú veist, var bara ömurlegt. Já. Þannig að það er ekki að hjálpa kannski málstanu við að ræða við leikmenn að koma. Nei, ótrúlega svona mikið af útlendingaskiptum í fyrra. Já. Fyrir Jordan Semple þá kláraði enginn sem að byrjaði, held ég. Nei, var hann ekki svo eini? Held það. Já. Alltaf verið að byrja upp á nýtt einhvern veginn. En svo fáði þarna serbneskan fjarka sem að ég held að verið góður, Lazar Lugic. Já. Okay. Skráði 2-7 og var hann ekki svolítið athletic, eða? Já, svona Luka svona alveg nógu hreyfanlegur til þess að geta svona komið upp skoti, sko. Hann líkur einhverju sem hefur verið hérna áður, þú veist, eða alltaf svona. Nei. Hreyfanlegu Mortensen, skilur við, þetta er svona. Er hann eins og Króatinn sem var þarna? Hann var 2-10 gætt skotið, þannig hvað hétt hann? Hjá Frikka. Já, Marko Bakovic. Var hann ekki alltaf bara eitthvað að rúlla og tróða? Ég minningunum var hann svona allir Nei, ég er bara eitthvað að hugsa hann. Höldum á. Ég veit ekki alveg hvort hann geti, ég fór ekki djúpi tölfræði. Nei. Fín skotprósenta, en ég tjekkaði ekki hvort það væri, þú veist. Volume shooter. Já, þannig að ég veit ekki hvort þessi Mortensen eða Dolesa, ég bara verði að viðkunna það. Lúkaði bara eins og hann geti skotið. Og svo fáður hann grískan miðherja úr Lavrio. Já. Lavrio er náttúrulega lið sem að Þórsarar þekkja vel. Já. Hann kemur, það hefur reynst vel að sækja Kana þaðan. Já, Remi Martin. Og hvað heitir gaurinn sem að Var í fór fyrra? svo Bundesliguna? Já, hann Watson, Glenn Watson. Já, Glenn Watson, hann er komin í Euroleague núna. Já, Glenn Watson kom úr Lavrio. Svo var Remi Kani Martin kom úr sem Lavrio. byrjaði í fyrra. Hann var úr Lavrio líka. Það líka, í Þorlákshöfn. Með headbandið hérna, hvað heit hann? Já, sem ég reyndi Þú líka, ætlaðir að Marion sæna- Jackson. Já.
Þetta er svona Þetta er svona fallbaráttulið í Greiklandi sem Já. að rúllar mörgum kvönum í gegn. mjög mörgum Já. konum. En þú veist, en þetta er, þú veist, grískur gaur sem á einhverja landsleiki, stór, svona fimma, mér finnst þetta svona gott fimmusæn. Þetta er svona gamall gaur komin í Saudi-penningan á Íslandi, er það ekki? Það er nú svona gamallega, það getur verið. Ég bara, Það hlýtur að Við vera. sáum Ef þetta grískan- er landsliðsmaður, þá hlýtur hann að vera komin á smá aldur. Við sáum nú grískar miðherri á króknum fyrir sem gæti ekki raskat, sko. já, Þetta var frábær í körfu, Já, en þú veist, já. og hvað gerði það fyrir hann hér? já, hann gerir sjálfum sér bara ekki gott, ekki að segja það. Þetta Þó knóðs, Tjóðsson ágætur, hann gekk ekki. Jú, jú. Sá kóngur. Fóti og spilaði Já. þess að þetta á miklu hærra level heldur en þessi gaur, sko. Já, já, og það er verið að hengja treyjuna upp í ráfur í Tenerife. Þeir elska að hengja upp í ráfur það. Hann er svo eini, sko. Það er í tjótti líka. Nei, þeir tók hana niður. Tók Hann það tók niður hann fyrir hann. Ok. Hérna, hvernig líst þér á þetta, Hatti? Þú ert þósari. Bara ekkert Þú eðlilega. svona spenntur fyrir þessu. þykist stundum ekki vera þósari, en þú ert alveg, Já, ég er veikur. alveg. Já, ég er veikur. Ég er sammála því. Mér líst vel á þetta. Ég held að á hvað líst þér vel á? Þór Þorláksson. Já, en þú veist Ertu hvað? ekki í samtalinu eða? Jú. Nú ertu búin að lýsa frábæri rotationi. Geggjuðum erlendu leikmennir sem eru vondar manneskjur. Frábærir í körfu. Það er svolítið lalla auðskvættin. Já, já. Góður í körfu, ömulega manneskjur. Já, já. Hann hefur hrúað þeim svolítið þangað. Heldur betur. Mm. Ég er ekki bara, þú veist, allt annað en titill er bara vonbrigði. Já, jú, örgulega. Ég meina- Sammála það. Nei, þeir eru ekki að vera að vinna titil. Ég veist, er ekki bara komast til play-offs væri fínt dæmi eða? Jú, ég held það. Ég meina, þú veist, Styrmir og hérna Tómas Valur eru farnir, er þetta ekki bara svona svolítið að reyna Þrauka. þrauka skilur? Svona þetta aldrei þegar aftermath. Já. Já, já. Þú veist, það er alveg eðlilegt að Þór Þorláksson getur kannski ekki keppt titilina hverju einasta ári, sko. Nei. Er þetta Ég meina, það var ekki play-offs í fyrra. Nei. Það var ekki play-offs í fyrra. Það var Já, loka maður er alveg leikurinn. heyrt gárungan að tala um að þessi komið svolítið þreyta í þetta, skilur við. Þannig að, maður veit ekki. Já, ég er full að trúa á þessu eins og alltaf. Já. Einhvern veginn líka sko eftir útlendinga sko Og rúlettuna í... rúlettuna í fyrra. Já, Að þá er maður bara eitthvað svona, já, Jordan Sample Fair sem að var, þú veist, örugur 20-10 einhvern veginn. Nú ertu komið 4, 9. Lalli svona sögulega séð alveg bara mjög góður að sæna útlendinga en svona nú eru komin bara svolítið svona langur tími þar sem þeir eru einhvern veginn alls konar sko. Já. Úr alls konar löndum og liðum og það er ekkert eitthvað svona, Og það er alltaf verið... þessi, hann er að Það fara að skila sínu. ágætis budget þarna líka, sko, þannig að mann ætti að geta sótt góða leikmenn. Já. já, ég held að það sé ekkit... Ég meina þeir getur ekki eitt honum í Íslendinga. Nei. Ég meina maður heyrir alveg að þeir reyni. Ég held að menn sé bara orðinir langþreyttir á að taka samtalið. Það er alveg ekkit eðlilega erfitt að keyra þrengslin, sko. Já. Þú gerir þrengslinn bara hingað í podcast. Já, já. Takk fyrir það. Ja, allt fyrir þig. Og ekki fyrir mikið pening. Nei, ég á eftir að fá reikningina. Hérna, ég reyndar með sniðu hugmynd fyrir það. Þegar Average fær vegabréf í nóvember og verður enda free agent þá sækja hann. Já. Það er enda frábær hugmynd. Þá eru þeir komin með eitt svona góðan leikmann í viðbót. Sem getur skorað í karfið. Já, mér finnst þeim vanta, ég held að þessi Kani mun alveg skora sko. En þú veist, Dabbi Kongur og Emil Karel taka svona leik þar sem þeir hitt eitthvað onni sko. Og ég sé ekki í hinum, þú veist, þeim vantar svo mikið bara eitthvað meira, þú veist, fleiri sem geta eitthvað skora 20 stig. Er Everett að fá ríkisborgarétt í nóvember? Það er planið hans. Er Alþingi að veita þá eða er það þá í gegnum? Já, ég held það. Eða hinir, ég man aldrei örgla hinir. Ok. Þjóðskrá, útlendingastofnun. Hann ætti að geta náð sér ágætis samning þá, það var einhver lið farin að ströggla á. Já. Gott plan að byrja þá ekki sísoni skilur, Já, því þá ertu skráður sem það sem þú ert, Já, út sísonið. Baðan þig að henda þess út í kosmosið eða? Nei, en ég bara hugsaði með mér að ég ætla að gera það. Já, þetta er... Og taka svo 30% eins og umbóðsmenn gera. Ég hef nú oft djókað við það með hann hann verið með fyrsti kúrni sem Það er áhugavert að hann hafi ekki fengið ríkisborgarétt. hann klikkaði á einhverju. Já. Þetta var bara eitthvað svona hann að klikka í að bara fylla eitthvað út sko. Bara þrótaskapur sko. Skil ég. Sko
Er til sá heimur að þetta lið bara fallir raunar? Nei, ég held að Ármann og IR séu það slök að það sé ekki að fara að gerast. þeir- En jú, ég meina þeir voru í 10. sæti í fyrra. Já, já. Það er alveg til svo heimur. Ég meina þeir voru í fallsæti Já. að hann vinnur Shahid kom inn í Þannig það að já, liðinni já, það er til svo heimur. með Tómas Val og fullt af ágæti spilurum sko. Já, já, klálega. Svo, Nei, ég sé þetta liði ekki falla. nei. Svo er líka svona eins og var lengi sagt með Tindastól einhvern veginn bara svona nú er þetta að verða búið, einhvern veginn svona sama stjórn búin að vera bara eða ekki, eru ekki Jóhann búin að formaður í 100 ár? Jú, ef En þú veist- það er einhverja breytingar þá er það einn og einn meðstjórnandi sem dettur út, sko. Já, menn er svona alltaf einhvern veginn bara svona nú fyrir þetta að verða búið í Þorlákshöfn. Já. Eitthvað svona að þau nenni þessu og eitthvað svona en svo já, bara skipta menn alltaf út 4-5 útlendingum þetta lið Það er bara verður gegn stjórnarna samkeppnishæft. sko. Já, já, Og vel þú haldið veist- utan um þetta. Já, mjög vel. Og maður einhvern veginn sér ekki þú veist, það er einhvern veginn svona staðið bak við liðið fattið, ekki bara Já. bak við þjálfarann, þetta er bara bak við liðið. Já, já. Ég meina ef þetta verður eitthvað strögg, þá verður þetta bara sama í fyrra, þú veist, menn bara Ég segi það. sækja leikmenn þangað Já. til að eitthvað að virka Já, og þeir ég segi allavega það. halda Ég held samt að það verði ekki þannig. Nei, nei. Ég held að það hefði verið svona bara dálítið testað Í fyrra. þólimaðina með það í fyrra. Já. Ég grunar að það hefði verið kannski aðeins Já, það er auðvitað að segja það ítarlegri. núna en svo kemur ströggli, skilur og þá hérna. Já, ég er bara með Já. hvernig umræðan Já, var en- þegar þetta átti sér stað heima að Já. þá alltaf skynja maður það að það sé ekki alveg, þú veist, menn er ekki alveg að brosandi sko að Nei. Fjall ekki kvennalið, fengu þær að vera uppi. það er fjallu og fengu bóðið þegar var ekki Þór Akureyri dróð sér út. Jú. Þannig að það er til Hamar Þór kvenna sem að verður úrstilt. Já, Ok, þeir eru náttúrulega með eitthvað fótboltalið annar deild, það er ekkert handbolti. nei, Ég meina, þetta er bara svona, bara körubóltabæður. þetta er bara körfuboltabær. Mhm. Þannig að það, þú veist, það verður ekki leift að liðið falli. Ég meina þú sér það að Ægir er hvað í öðru sæti í hvað, annari deild eða Já, þriðju deild. þriðju deild, já. Og þú veist, ég held að séu 15 manns að mæta á leikina hjá þeim Já, og það er Dedicated. að vera 8 aðkomumenn já, að fylgja hinu liðinu. já, Það er enginn sem hefur áhuga Nei. fótbolta. Nei, nema Dabbi Kongur, hann mætur á alla leikið þarna með trefilin sinn og trallar. vá. Alvöru Félagsmaður. félagsmaður. Hérna, er þessi, þú veist, er ekki Þorlákshöfn ásamt kannski Hetti sem að svona fjall þannig að hefur ekki jafn mikil áhrif á það því að þeir eru líka með 4 eða 3 sem eru komni með ríkisborgari. Já. Er Þorlákshöfn kannski það lið ásamt mögulega bara Skaganum sem að reglubreitingin hefur einhver áhrif á? Þú veist, Keflavík og Njarðvík fengu Mario og Jaka þannig að þú Já, veist, já. þeir eru með 5 erlenda einhvern Mhm. veginn. Grindavík eru með 2-3 Já, 3 einmitt. Íslendingar sem eru alveg bara góðir í úrsteild. Jú, þetta vissulega Missir hefur þarna áhrif. einn. Er þetta ekki bara að hafa mest áhrif á Þorlákshöfn að vera samkeppnishæfir? Jú, upp á þetta að gera, alveg klálega. Það vantar stöðugildi þarna inn ef við erum að tala um ef að þið, eins og þið segja, þeir vera ekki meistarar og ég segi það, sko, að Já. vissulega hefur þetta áhrif að vera með þessa reglu, sko. En ég meina gattið mitt, þú getur ekki með einn Íslending inn á, sko, þú veist, þá Mm. þá eins gott að sleppa þessu, sko. 4 eru alveg nóg, sko. Eða ætti að vera það. Já, ég er alveg En saman. náttúrulega, þú veist, þeir öll hinlegin Já. komið með hérna Eins og, nationalized leikmenn, sko. Já. En eins og Hatti segir, sko, þú veist, þeir eru bara þú veist, nenni ekki að taka, þú veist, samtali lengur Nei. að einhver 20 gauður sem að kannski fer í IR Mm nenni Já. að keyra alla Já. leið til Þorlákshafnar. Já, Fattar þau? Já, já. Ég meina, það var Þeir fengu Daniel Ágúst og hann hætti og kom í hug eftir nokkra mánuði. Já, já, Óli tók ár núna og fann til Keflavík. Keflavíkur. Þetta er ótrúlega lítið continuation af Já, íslenskum ekki leikmönnum Það er sem eru ekki Bara Þórsarar. Ragnar Bragason sem að Og hann var Hefur fluttur enst þangað. þarna, sko. Og hann var Já. fluttur þangað. Já. Var það ekki? Já, ég meira þess að bjó í Þorlákshöfn þegar hann var að eitt árið að æfa með, var ekki IR frekar í Keflavík. Kerði hann bara á milli, sko. Ég meina það var, úst, voru nokkuð tímabil þegar þeir voru með Magga Páls, svo kom Gumi Jóns, Já, já. svo var Darri Hilmars. Já, já. Þetta er svona langt síðan að það hefur verið náð í einhverja svona íslenska leikmenn sem eru bara í byrjunarliðinu Já, já. að keyra á milli. Eru hún líka í dag aumingjar eða? Það lítur út fyrir það eða þá bara að það sé komin, þú veist, fólk er bara meira meðvitað hvað tímið er að kostar. Já.
einhver 19 ára gaur sem hefur ekkert annað að gera. Nei, ég er bara að segja því bara að velta steinum þetta. Já, ég meina það eru En ég meina, Ég þú veist, það eru alveg nokkur lið sem eru með alveg góða eða kannski bara Er ekki líka bara, þú ég veit það ekki. Ég veit alveg að Lalli var í viðræðum við þó nokkra og ég held að það hafi verið komið til dæmis langt með hann hérna fyrir lærisveininn þinn í Haukum. Já, Hvað heitir hann? Hilmir? já. Hilmar Arnarsson fór í Álftanes. Já, það var bara á lokametrunum, hann var eiginlega bara búinn að, það var komið munnlegt samkomulag og síðan er hann bara konið í Álftanes. Þannig að en ég þú veist, meina, það er var ekki alveg málið tekið. samt, þú veist, þú þarft að vera það góður, bara líka við aðlandstum að spila eitthvað. Já, Að og Þorláksöfn með 5 útlendingi fyrra og 4 núna. Að, þú veist, nennirðu að keyra til þess að spila korter. Í staðinn fyrir 10 mínútur í ykkur öðru liði. já, Þú ert að keyra, skilur þú ert ekki að fara að verða já. í Já, 28 mínútum. Nei, Þú síðan ert þetta bara að kannski fara að líka, vera algjör rulluspilari. spurning Já. bara líka hvernig hlutverkið er presenteraði Ég við þig, segi sko. það. Já, ég bara svona var svona að spá í þessu, þú veist, að því að það eru margir að segja, þú veist, þessi reglubreiting hafi ekki neina áhrif á deildina sem heild. Það er fullt, þú veist, einhver lið komið með nationals leikmenn og eins og Hraunar segir, flest lið er alveg með 1 eða 2 nógu góða Íslendinga til þess að spila á móti öllum í úrvalsdeild, fattaru. En svo hugsa maður einmitt til Þorlákshafnar. Ég meina þeir, Dabbi Kongur og Emil og þessi gaurar er alveg geta verið 50 batti inna og sett einhverja þrista, sko. Já, Davíð klálega, en ég meina Emil var bara hættur, sko. Já. Þú veist, maður veit ekkert, var hann í maí, júni, júli bara eitthvað að æfa fyrir það, að taka comeback, ég efast það, þetta lúkar eins og þegar ég dró Emil Barja á lappir, sko, til að vera með einn reynslumikinn Íslendingi viðbót, sko. En þú veist, jú, hann kann að brjóta á réttum tíma á þetta opna þrista og það er bara, Karakter og svona. já, algjörlega. Verður hann áfram fyrirlið, eða? Emil? Já. Hann er Dabbi. Verður Jacobi Ross fyrirlið, eða? Hefur eitthvað heyrt um þessu erlendu leikmenn? Eru þeir komnir? Þeir eru að koma í þessari viku, veit ég. Bara eins og ég sagði, það er allir mjög hissa því að Jacobi sé ekki í NBA, hann er það góður. Já, Já. ok. Nei, ég er svo sem ekki heyrt, þú veist, ekki bara svona lauslega að skoða þetta. Já. Ok. Og Það er svo gaman þegar að þú veist erlendu leikmennir mæta og eru búin með 2 æfingar og fólk fer í overreaction í aðra áttina. Já, Skilurðu? það er aldrei rosalega ríkt heim í Þorlákshöfn með það að menn kom inn og horfa á kanan og þeir kannski bera hann við Vinicius Heat eða Larry Thomas bara það er bara rekan, hann getur ekki raskat. Þannig er þetta bara Svo gekk það upp í fyrra, Marvin Jackson var rekinn. Já. Þetta fólk það er rétt fyrir sér. Nei, það var akkurat hinum megin. Þetta er Já. geggjaður Já, leikmaður. Vá. Já, en það er ekki komið svona sögur sem sagt. En Ég það veit er kannski næstu viku. Já, við erum kannski viku of snemma. Já. Svo líka bara byrja æfingaleikir og Glacier-mótið Glacier-mótið og eitthvað. Já, bara ekki bara eftir að Eurobasket hætti og þá koma menn heim og fara að gera eitthvað. Já. Ég var líka að spá í þessu með Þorlákshöfn með Styrmi í bara hvað 7. maður landsliðinu eða 7. maður. Og svo ertu með Tómas Val sem verður klálega landsliðsmaður. Þetta er svona óheppnir Þórsarar, þú veist, innan gæslappa, sko. Þú veist, þeir eru þannig að burðum að þeir mun spila í Evrópu eins lengi þeir vilja. Já, ég held að það sé alveg klart mál. Þannig að þú veist, þeir eru ekki að fá, þú veist, þeir eru ekki að koma heim nema þeim bara langi til þess. Á meðan kannski, þú veist, margir aðrir leikmenn, þú veist, eru kannski of lágvaxnir og grændið er bara það mikið í ást fyrstastöðunum í Evrópu að þeir einhvern veginn koma heim, þú veist, bara Hilmar Pétursson, skilurðu? Og ég veit ekki hvað Hilmar Hennings ætlar að gera, skilurðu? En bara, þú veist, þetta eru, þeir einhvern veginn, þeir eru ekki að fara að koma heim fyrir en bara, þeir hætti ekki að hoppa, sko, nema bara þeim langi til þess. Þetta er bara svona, þeir eru svolítið svona. Er þetta að segja að þið Þórsarar sem fórnarlömb eigin velgengi? Það er nákvæmlega orðatiltæki sem ég var að leita. Okkur líður þannig líka oft. Já, Þér þér líður þannig alla daga. Alla daga. Búið til mjög góða leikmenn með eitthvað, hversu fámennir ynglokkanir eru. Já, það koma reglulega upp. Það er svo sem bara á þessu svæði. En ég meina þarna, er eitthvað komið núna? Nei, ekki sem ég veit um. Nei. Þetta er svona, já. Svo er líka deildin honum þannig að þú veist, þú þarft að vera bara jafn góður og þessi 2 sem ég er að nefna til þess að bara svona hreyfa nálina, það að fá upp einhvern sem er bara eitthvað svona alveg freka góður í körfu, það gerir bara ekki neitt fyrir þig, sko. Nei. Það er einu fleiri á æfingu.
þú verður að hafa fokkin genin með þér, DNA-ið og allt þetta það er sko. svolítið Já. Það er, Svo þarftu helst að vera, þú veist, svolítið sterkur í haustnum, svolítið duglegur og harður að þér og svo framvegis og svo framvegis. En Fyrir annað, Þannig að við við erum vorum að spila það á breytt kanni. eitt kanni. Já. og svo bara nógur að speka eins og þið og skjóta þristum. En hitta samt ekki neitt. Óþarfi maður, hvað er þetta? Hérna, svona, hraunar, til sá heimur þetta Þórsaralið bara eitthvað svona, þú veist, geta þér eitthvað gert eitthvað með Dabba og Emil aðna 5. 7. mann, þú veist, Hvað kallar að gera eitthvað? þú veist, geta þér komist í 4. úrslit? Já, Já, ef að allir útlendingarnir eru spot on. spot on, já, Ok. en ég sé það ekki gerast. Ef allir útlendingar eru spot on, þá er samt einn gaur ennþá inn á sem er bara svona allt í lagi, sko. Já, þú veist alveg hvað er hægt að gera bara með 5 góða gaura, sko. Já, en þeir eru bara með 4. Já. En meina, ef Dabbi hittir... Dabbi var í byrjunarliðinu áður en Styrmir kom heim, var liðið í fallbaráttu, sko. Já, við þurfum ekki að vera sammála, þetta er alltaf lagi. Svo kom Mér Styrmir finnst tilbaka þetta bara og þá 8 geggjaðir byrjaði að leikmenn. vinna. Finnst hvað segir þið? Mér finnst þetta bara 8 geggjaðir leikmenn. Þeir finnst þetta 8 geggjaðir leikmenn, Já. ok. Hérna, bara sammála að vera mjög ósammála því. Það er bara allt í lagi. Mátt En- alveg hafa ránt fyrir þér. Mér finnst þessu pikk fastir þarna bara svona í Já, þetta er bara svona allt í 10. lagi ekki gott. 10. til 8. Þetta er svona 8. til 10 lið. Og af því að útlendingareglan er svona, þá geta þeir ekki einhvern veginn Ég held bætt þetta, við. sko, ég ætla ekki að vera alveg, Fárveikur. nei, ég held þetta sé samt svona 4 til 7. 4 til 7. Já. Ok. Ég bara sé rönnið í byrjun, bara keyrum yfir þetta í byrjun. Við erum ekki búin að átta okkur á því hvernig liðið við erum og aðrir eru ekki búin að átta sig á því. Já, Við erum bara, þú veist, ok. það er bara allt í blóma. Hvernig endaði aftur þetta liðið fyrra? Voru með Sempul og Hóju Fett. Já, Svo voru þeir Hóju með- fatt, hvað náðan einu leik áður hann héskilja Já. brotnaði og laði skona á Hver kom hilluna. inn fyrir Marvin Jackson aftur? Það var þarna gæðin sem var í Keflavík, Örfendi þarna. Já, Mustafa Já. Hermann. Mustafa Herr, Svo kom Nick Tomsi. Tomsi. Þetta var orðið eitthvað svona óviðkunnilegasta samansapn af leikmönnum Já, já. sem ég hef séð á einu körfuboltagólfi, sko. Já, þetta bara, Það voru einhver fleiri þarna, sko. Já, já, alveg öruglega, sko. Já, þetta, danska pulsan hann í danski byrjun. Jókits. Danski Jókits í byrjun, já. Hósi var ekki þarna, hann byrjaði hverjir, já. Hann bara kláraði sísoni þar á undan. Já, Þar á undan, já. Já. það voru einhverju fleiri maður. Lalli er svo mikill Harry Redknapp, sko. Hann er svona Sam Allardyce. Svona tekur bara svona alls konar gauðra sem bara svona... Þú varst nú líka þannig svolítið sjálfur. Ég held ég væri þannig, en það gekk ekkert, en það gengur stundum vel hjá Lalla, sko. Já, já. Hérna, erum við þá ekki bara tæmdir með þessi 3 lið, eða? Ég held það. Jú. Hver er þetta í topp 4, svona á lokum? Top 4, Já, Stjörnuna, Tindastól, Val, ég veit það ekki, Grindavík. Já. Svona, ég er örgulega að glemma hverju. nei, þú veist, menn, ég er sammála þess. Já. Ég, svona, Já, Svona, er þetta ekki svona bara eitthvað líklegast á pappír? er ekki Tindastóll Valur, ég langar að segja Grindavík. Já. Ég veit ekki með stjörnun alveg. Nei, veist, maður hefur Verða eitthvað heyrt þeir að þarna? Hilmar sé að fara út, sko. Ef að, Býtu, og þeir eru konum með eitthvað, Deasís eða ekki? þessís, Sko, já, ég var ekki hrifin að því byggi. Pablo Bertone segir Gatan. Segir Gatan og síðan hver var, Uh, það var eitthvað einhver þekkt Þarna stærður út en það. frá króknum, Já, betri bróðurinn sem er samt Já, verið. Já, þannig að Agravanis, Já. þannig já, að Giannis. En þá er þetta svona, og svo einhvern serba. Já, Já, En þá erum við að tala um svona þessa stæla, það ekki Kana, ég skil það aldrei. ég er nefnilega ekki alveg seldur á það að þeir verða þannig í topp 4 svona eins og stannir í dag. ég held þessu alltaf einhvern veginn þangað til að Hilmar Hennings eitthvað semur úti. Já. Já, minna út með Hilmar og Orra og Ægi, þú ert aldrei Ægi neðar en og- 4, held ég. Pablo En og þú veist, ok, hérna, nú erum við Topp 4. alltaf top 4. Já, ég held að, ég segi 5 á þá. Já, ok. Ég held bara að það muni Einu fyrir neðan Þórsarana. Já, Já. takk. Það Nei, er ég- Eurobasket þinga. Ég held það. Ég get alveg trú á því, sko. Fyrir Ægi, utan Ægi er enginn að spila neitt, sko. Orri er hún 11. maður í þessu landsliði, sko. Já, ég held Nei, það. þú veist, þú ert að gýra þig upp í að mæta Luka Doncic og svo ert að fara að mæta, skiluru, Það er Gershon bara- Já. Jabusele. já, það er að fara að gýra þig upp í IA og svona, fara í Keflavík og eitthvað, Já. aðeins annað. Ég held að þeir geti mætt bara svona gjössamlega áhugalausir samt og unnið í að fatta Já, 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 já.
með Já, bara já, alveg ég verið er- með alla þessu leikmenn sko. bara alveg sammálaða sko, en Pablo Rudolph. þeir eru svo sem ekki að fara að mæta í á Ármanni bara í fyrstu 5 umfröðunum. Nei, Jú, Bara tvisvar. þeim, ekki bara þessum tveim liðum Jú, sko. fyrstu 4 leikinir Ok. Fengu að breyta skipuleginu. Hvað lætur þú þá í 4. sæti? Þórsarana? Já, Þórsarana, sjálfsögðu. Ekki bara að loka þættinum hér Andskotin Því er ekki alltaf að vera sammálaður. Hvernig var á Eurobasket? Smá sögustund í lokin Já. Stórkostlegt. Hvað tókst, 2 leiki eða? Tók 3, enda á móti pólverum. Já, varstu Fucking upplifun að vera þarna. Ég var bara með pólvera í kringum mig, ég var ekki með bláa hafinu. Nei, Þannig að ég bara, nei, Fóru við til staði? alls ekki sko, þegar við vorum að syngja þarna Áfram Ísland, sem er náttúrulega þreytast að tjant í heimi sko. tjant. Tókstu húið það? Já, tók það, Það er stemming sko. Voru pólverarnir að segja við þig okkur langar að vera eins og þið? allan tíman. Þið eru til fyrirmyndar. Nei, það var reyndar kom aldrei til þess að þeir sögðu það við mig. En þetta var bara helviti skemmtilegt sko, þrátt fyrir úrslitinni. Það var svo sem dálítið aukaatriði hjá mér í þessari vísindaferð. Já. Er þetta ekki bara svona smá eins og að mæta, þú veist, á svona fullorðins bingo? Þú ert ekki að mæta til að vinna, það eru bara allir að fá sér og hafa gaman og svo bara, þú veist. Það var náttúrulega, þú veist, ferðin hjá mér var þannig, þú veist, það var dálítið aukaatriði að mæta á körfuboltaleik sko. Já. Fórstu ekki á aðra leiki eða? Jú, ég sá Frakkland Slóvenía. Í alveg? Já, fyrir hálfleik. Stórt. Hvað gerir í hálfleik? Fóru barir. Fóru barir. Og skilaði þær ekki tilbaka? Nei. Sem viltu klika þessu. Ég á við vandamál að stríða. Voru einhver spilavítið þarna? Já, það voru spilavítið þarna. Fórstu inn eða? Nei. Ég er ennblega fun fact, ég hef aldrei á ævinni farið í spilavíti. Nei, það er líka ekkert gaman. Ég reyndi mikið að fá leyfi til þess en konan bannaði það. Hún veit hvað með svona fíkna. Já, ég bara, eins og þú sagðir áðan, ég er bara fárveikur einstaklingur. Já, að stuti fíknina í allar áttir. Allar áttir. Nú ertu svona, orðin svona crossfit fíknaður eða ekki? Þú ert eitthvað alltaf að setja á Instagram, viltu? Það verði ekki neitt. Ég er að vera ekki Já. neitt. Já. Gaman að við séum í mynd. Já. Hæ mamma. Viltu auglýsa eitthvað? Þjálfunna þeirna? Þjálfunum, ég er ekki að þjálfa neitt. Ég er bara að láta þjálfa mig. En hins vegar er ég með Ertu í stórkostlegt félag. kennaraþjálfuninni hans Lalla? Nei, það er ég ekki. Það er góð pæling samt. Það er eitthvað. Kannski þannig, fæ ég afslátt. En við erum alltaf, ég er alltaf að bíða þegar þið mæti í skífuna félagið. Við löpum upp á skífu. Ég þurfti að fara að gera það sko. Ég er ótrúlega lítið fyrir að labba einhvert án þess að sé eitthvað Sjokker. Án þess að sé eitthvað þarna uppi, skilur við. Það er skífa þarna uppi. Já, þú veist, ef það væri góð veitingastæður uppi, þá myndi ég að labba Ef það væri bjór. Það er náttúrulega sko ársafmæli hérna, fljótlega, og þá verður mikið húlum hæ. Já, ég ætla að mæta. Þú ætlar að mæta? Já. Takk fyrir það. Endum þetta hér, hlakka til að mæta og bara svona að þakka fyrir það að þú hafi mætt hingað. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hrauna, takk fyrir að koma líka. Bara minnstum á. Þú verður nú reglulegu gestur hjá mér, ég er ekki viss Hadda, Ok. Ég og þú erum náttúrulega vinir. Svona. Ok. Þannig að bara, ég held að þetta verði sá þáttur sem að verði bara svona mest on point. Ég held að þetta verði nákvæmlega svona. Takk fyrir þetta. Áfram Karfa. Cause y'all all soft and I'm the black hearse that came to haul y'all in. This for the hood by the corner store. Many try, many come at Nas if you wanna war. Get it. I got mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take